Já, ég hræddur það. Þá það 3. ársreiningar þáttur, Addi og Iddi heilsa. Já. Að vanda. Það gaman að vera skýrheil í dag. At your service, já. Það ógeðslega gaman. Ég veit ekki, það nokkuð það? Jó. Hvernig staðan á þessu? Hún mjög góð. Það alltaf gerast það. Við erum náttúrulega, nýlega komið nýtt skýrfyrirtæki. Já, Go Carental. Steinar búinn að vera alveg, hann búinn að vera snúa hérna í... Hann með dollu í hverju hanskahólfi. Já. Er það ekki? Er það ekki svona þjónustu? Fyrst út byrjar þá auðvitað rétt að minna það að hann auðvitað sýsla í, bílunum. Já. Hann ekkert í skýrinu. Nei, það er bara kjaftaði. Það er bara kjaftaði. En til að... Þú bara ljúga hlustendum minn. Já, en til að koma til móts við lína, bæta þetta upp. Þá ætla ég að lofa allir sem færi langtímalegu næstu viku, þau fá skýr í hanskólu frá mér. Við verðum eiginlega. Ef þið setjið 80% pingjan, þá fáið þið árita skýrdós frá utanum. Já, kom á hand til lifira skýri. Steinar tekur með orðinu, ég veit það. En herðu, núna eru auðvitað vetrarlegan heitt hjá þeim. Þannig að það, má í rauninni líta á hana sem stórbrotin afslátt. Hún gildir enda frá september til maí. Getið skoða úrvaliðin á golega.is, en þetta er eiginlega bara stórfelld verðlækkun ef þú tekur leigu á bílu, bíl á leigu seft til maí. Og þetta er, eins og ég segi, bara meikar eiginlega ekki sens hvað það er lágt. Nú ringir síminn hjá mér. Það er Edvald eða? Nei, ekki svo gott. Þannig að kíkið inn á golega.is 10.000 króna afsláttarkóði ef þú setur pingin í 80% að fyrsta mánuði, svo það sé tekið fram. Þökkum Gólegu kærlega fyrir. Nú ég vil líka komin á Gorilla. Já. Vöruhúsið. Hver að vera síðastur? Þau eru að bólna út þessar myndir. Og ég myndi biðja að vera í gamla slótinu. Kannski erfið beiðni. Já. En ég vil að fara að færa til fyrir þig. En bara það er hægt. Það er bara svona upp á trúna. Allt sem hefur farið inn í gamla bílið, það hefur gengið vel. Já, hefur rokið út. Já, og ég er hjátrúafullur, þannig ég myndi bara þegar ég sendi inn þjónustubeiðina, ef ég kemst í gamla húsnæði hjá okkur, eða bara svona original salinn, þá væri það flott, en ég tek nýja líka. Það er ofta vel vörur þar og það er þetta gulls í gildi ímyndaðir bara, við veitum að gull er á uppleið núna þessa dagana, ímyndaðir geta verið bara stresslaus yfir jólavertíðina. Gorilla sér bara að afgreiða þetta allt samdægus. Ætli ég geymir gull? Það er reyndar hvort að Seðlabanki myndi banka upp á þeim og fá að flytja það. Það var ekkert vera. Það þyrfti nú örugglega fylgja einhverjum öryggistöðlum. Já, en því það ekki þetta Gorilla, vöruhús, gorilla. En þú veist, talandi bara öryggisstala, svo það sé tekið fram að það er 24/7 vöktun þarna, þannig að þú ert öruggur að einhver verið stólið þarna frá þér. Þetta er ekkert vesinn. Það er ekkert vesinn á Gorilla, vöruhús. Annað líka, eiginlega góðu gaur sem byggði upp á samt Danna. Það er hægt að fá tilboð. Það er, þú veist. Já, það er bara framboð eftirspurn. Já. Það er ekki bara, má ekki segja það. Þetta er ekki, þetta er ekki eins og aðstæðan sem við búum við hérna í Mjólkurinni, einokun. Þetta er framboð eftirspurn. Já, þetta er framboð eftirspurn. Þetta er ekki stýrt framboð. Þannig að þið vitið það, endilega. Takk ég fund með þeim, gaman að hitta Reykjalínin líka. Hann er hérna á liftaranum og vörubílnum og öllu. Allt til alls. Það er allt til alls. Heyrðu, skýr heilar saminist. Já. Við sáum við ætlum að taka bara fyrirtæki á markaði og svona stór fyrirtæki. Svo sjáum við frétt, Arna flytur út 1,2 miljón dósa í fyrra. Nýverið búið að vera fréttum að það sé búið að stofna íslensk brand sem er að byrja að selja í Danmörku sem heitir Dóttir skýr. Mjög spennandi. Já, og maður fyrir svona spá í þessu þá hugsa bara flott. Flytja út skýr, það er búið að tala um þetta í 20 ár. Good luck. Svo heyrði ég bara, þú veist, út undan mér þar sem ég var að hlera í gufunni að þetta væri að ganga það vel og pappa þeirra tveggja þarna strákana með þetta væru svo stoltir að þeim að þeir skilgreina á sem dætur sínar í dag. Já, og það er sem strákarnir Páll Edvald og Dagur Þór Hilmarsson að ég hef heyrt að Ari sé að vinni því að skýra hann Páll Edvald Mömmusson Aradóttir. Mömmusson Aradóttir og Dagur Þóra Hilmarsdóttir skemmtilegt, það er náttúrulega farið ansið frjáls með þetta allt saman í dag þannig að manni myndi ekkert finnast það neitt óðurlegt svo sem. Þannig að hver veit nema að við verðum bara bóðnir í kynjaverslu á eins á sammáli Dóttir skýr endurnýjun kyns. En sagan segir að Íslandingar eigi fullt inni, þetta er náttúrulega eina af okkar þjóðarvörum
skýrið, það held ég bara kent við Íslendinga. Já, sko, þú talaður áðan að við ætlum bara að taka fyrirtækja markað, við náttúrulega vorum svo sem búin að gefa það út að við ætlum að fara í svona Íslands stórfyrirtæki, skilur, þú veist, Ísei, útflutningur, þetta auðvitað stórt batteri, hvaða skilgrunni sem Íslands stórfyrirtæki það yfir miljard, eða þú veist, viljum við fara yfir... Já, reynum að halda þið þar. Já, eitthvað svo leiðis. Sko, reynum að halda okkur á markaði. Já, þetta verður svona 50-50. Já, það alveg gaman að kíkja í djúsin hérna, það bara verst að Fendimanskvarðin gengur ekki hér, sko. Nei, hann verður Þú verður að fara eftir bókfærið eigi per starfsmann. Já, við förum ekki svo djúpt. En við ætlum samt að fara 1000 ár aftur í tíman. Já. Og það nefnilega talað að skýrframleiðsla hafi hafist með landnámi. Já, þá þetta í rauninni 1150 ára. Já, 874. 874, já. Þetta er bara held ég bara 1150 ár nákvæmlega. Vá, 1150 ára afmæli skýrsins landnáms. Sér það. Þegar Ingólfur og Bóas, bróðir hans, koma til landsins. Ingólfur Arnarsson. Já, og Bóas, bróðir hans. Var það Bóas? Já, það var Bóas. Nei, ertu vissu það? Nei, var það ekki Hjörleifur eða? Jó, eitthvað minnum við það, sko. Heyrðu, Bóas. Randver eldur. Verðum við ekki að skrifa söguna? Já. Sko, skýr kemur fyrir í eiginlega öllum Íslendinga, ekki öllum, en fullt af Íslendingasögum. Þannig að bara svona eins og þú upp í rúmið, þá byrjaði að strokka skýr bara fyrir löngu síðan, sko. Ein sættenging með þetta er að uppskriftin frá landnámi hafi gengið í móðulegg. Það er að segja, þetta var alltaf frá dóttur til móður. Nei, móður til dóttur. Móður til dóttur, já. Og þannig varðveittist uppskriftin á skýri í gegnum árin og áratugina. Sá nú eitthvað það í svona kynningu á þessu? Já, með þetta. Þetta er auðvitað mjög svona romantísk hugmynd og þú veist, eflaust hefur það verið þannig, ég meina... Þú vilt meina að þetta hafi bara verið einhverju gaurar sem að héldu utan þetta? Nei, já, þú veist, þetta er auðvitað rétt, skilur þú? Þetta er svona, ég veit ekki... From mother to daughter. Full mikið svona rung. Bara 1150 ár, segjum 1050 ár. En vandamálið er að þetta er bara rétt, skilur þú? Já, þú veist, segjum bara í 1000 ár, það vissi ekki einn gaur uppskiptir að skýri. Það er bara staðan. Sko, svo er það í kringu 1900 að það sem byrja að reka lítil mjólkurbú út all land og meðal annars sem byrja að flytja út rjóma og smjör á samt skýri. Það er þá væntanlega á einhverja erlenda togara og dönsku hirðina. Hversu stór útflutningsvara ætli skýrið hafi verið svona kringum aldamóti 1900? Ég hef ekki hugmynd það. Bara svona af heildar? Örugglega ekki það signifikant fyrst að þessi er ekki getið, sko. Nei. Það var náttúrulega ekki mælt held ég bara eins og á þessum árum, sko. Nei. Það hafi ekkert byrjað fyrir bara 1940 eða eitthvað svo leið, sko. Litla sem engar heimildir. Einmitt. Sko, svo er mjólkursamsalan stofnuð 1927 og svona hægt og bítandi fer þetta úr því að vera blómstrandi samkeppnismarkaður og búreki af konum á hverjum bæ í að vera einokun stjórnaða karlmönnum. Já. Jók. Já, þú veist það er bara stað. Enn og aftur, bara staðreind í raun, sko. Bara kaupa bleiku slaufuna og settum okkur við það hvert við erum komin. Þetta fór úr því að vera bara kvennanna sport yfir í að karlmennir hirtu þetta, því miður. En sko, Arnar, spurningin í dag. Hvað er skýr? Skýr er mjólkuvara. Já, geturðu og ég fara með þetta fyrir þig? Já, þú veist hvernig maður býr þetta til, er þetta ekki bara... Við vitum á strokkar, þú ert strokkari, sko. Er þetta ekki eitthvað strokka smjör og einhver smá mjólk og... Þetta er ferskur súrostur. Já. Skýr er ferskur súrostur, kemur úr undarrennu og þá eru mjólkur próteinin hleyft með gerjun. Já, það er náttúrulega talað um að efsta lagið á skýri sé í rauninni undarrenna. Nei, sé misa. Já, það ekki. Jú, og ég sleppti þín út, en fyrst hún minnist á þetta, þá er einhver hliðardjús sem kemur úr skýrinu þegar að vera að búa til, sem einhverjir í Reykjavík Greipvæn töluðum að væri bara hættulegt spilliefni sem að vera að hella út í Ölfus á sín tíma. En það er eitthvað að jafna með PhD og heyrðu, eðum ekki meiri tíma í framleiðsluna? Við viljum ekki fara í efnafræðina. Nei, back to the exports. Sko, menn hafa verið að potast með útflutning á skýri heilengi. Þó hefst okkar saga svona setni parturinn eftir þessi fyrstu 1100 ár. 2004, 2005 var skrifuð grein í Mokkanum þar sem að bóndi bent á það, hann var brjálaður að við varum að selja frá okkur framleiðsluréttin. Með því að selja frá okkur framleiðsluréttin varum við að selja gullgæsina úr landi frekar en að leyfa henni að verpa hér heima. Það er ótrúlegt
hvað sumir á þessum tíma og ég vil ennþá átti sig ekki á möguleikunum erlendis sko, það er bara það er svo Ísland sé bara eini markhópurinn fyrir vöruna sko, hugmyndin sem sagt sko, þú ert að skilja þetta með framleiðslu réttin, þetta er sem sagt bara uppskriftin hugmyndin og eins og þetta gengur þetta sem ég er eiginlega viss, það átta sig ekki allir á því að við erum bara með license á einhver ákveðinni uppskrift við og dreifum heiminn að framleiða skyr þessi ágæti herramaður vildi að við værum bara búið til skyri á Íslandi og flytja út það var hins vegar að fara í due deal á þessu og 3 niðurstöður það er mjög dýrt að flytja út skyr frá Íslandi geymslutími á skyr er svona tiltölulega stuttur þannig að það er ákveðin áhætta í því að vera framleiða hérna heima og fara svo með sjóflutninga og þriðarlega þá bent á það er einfaldlega bara dýrara að framleiða skyr hérna heima og þar að leiðandi var það svona megin stefið þarna 2004-05 að entry strategian úti yrði svo að hérna finna framleiðslu aðila erlendis á þessum tíma voru Íslendingar að borða það bil 10 kíló af skyr á ári og menn höfðu líka ágjörð að meðal Íslendingur við myndum einfaldlega ekki annað eftirspurn ef að til dæmis Svíjar byrjuðu að borða meðaltali 1 kíló á ári þá væri Ísland sprungið þannig að hvað heldur að skýrneyslan sé í dag? Ætli að sjá það einhvers minni ég borðaði ógislega mikið að skýri sem krakki sko ég bara snerti þetta alltaf í dag sko leiðilegt að segja það en ég borðaði mikið alveg upp að úlingsaldri sko Já, ég er eiginlega sammála þannig að það er spurning hvort að þetta hafi ekki eitthvað dreigð saman hérna á Íslandi en auðvitað Tökum dæmi, hvað heldur þú borðið margar dósir í mánuði? Bara engar Ekkert? Nei, ég bara í alvörunni held ég hafi bara ekki fengið mig skýr í meira en ár sko Já, ég held að sé En þú veist, auðvitað er þetta aukast erlendis þú veist en, sorry, aðeins með þetta license því að, þú veist þú náttúrulega getur ekkert fengið engaleyfi á skýr er bara skýr, þetta er bara eins og einhver væri bara með brauð veist, þetta er bara sér vara þetta er sér flokk já, bara eins og jógurt ég kem inn á þetta allt eftir okay. Það voru nefnilega mál höfðuð út af þessu en sko ef við fyrir til ásins 2006 þá talaðu að það er þá sem að Akris EHF sem að fór í þessa dúdilvinnu fyrir sérleyfissamning við framleiðandan Thise Meyeri í Danmörku að selja skýr áhugaverða við það er að skýri í Danmörku sem er mest selt heitir Thise í dag eftir íslensku uppskriftinni en í þessari sömu verksmiðu þú veist það þarf að passa sig mjög mikið í þessu þætti það eru verkefnastjórar inn í MS sem eru mættir út á ritvöllin fyrir minnstu villur þannig að við höfum alla fyrirvara þessu en sko mér skilst að Íslendingar og meginþorri af skýri sem við seljum bara í Evrópu í dag er framleitt í sömu verksmiðu undir nafninu Isey en í Danmörku er það mest hérna ráðandi undir nafninu Thise Förum til Noregs 2008 svo hefst hérna smá hafari í Finnlandi reynt að fara þar inn frá 2011 til 2015 þá tífaldaðist neysla á skýri erlendis og þetta er rosalega stór tala en kannski er þetta ekkert svo mikið þar sem að neyslan var nánast engin fyrir þetta tímabil þú veist það var engin að framleiða að selja skýr en enga séu tíföldun, flott tala og mér skilst að Finnland hafi verið það land sem okkur tókst best til á fyrstu árunum Finnlandin og Íslendingarnir oft líkir en samkvæmt mínum heimildum úr kúabúum landsins þá toppaði Finnland árið 2015 þegar pík neysla var 5.000 tonn á ári en erfist í dag bara í kringu 2.500 tonn Já og svo náttúrulega ég veit ekki hvort þú sért með Isey skýr bara þarna inn í þessu en það var náttúrulega varð stórt í Finnlandi sko og ég kem eitthvað inn á þetta á eftir sko ég veit ekki Þetta var að vísu bara umræðupunktur hjá mér hvort við hefum getað gengið lengra með að taka þessa bari með út mögulega erst þú bara lengra komin en ég í því Sko ég rauninni fann ekki sko það var bara sér Instagram og allt fyrir Isey skýr bara í Finnlandi en það hefur bara ekkert verið uppdatað held ég frá 2022 og það var mikið gert út úr þessu það er reyndar, maður er nú ekki oft ánæður eða getur hrósað íslenska ríkinu eða Íslandsstofu eða sendiherrónum fyrir að standa að einhverju en það er alveg umtalað að það var hérna hvað er þetta, sendiherra Íslands í Finnlandi sem var held í hún
barðist fyrir því hvað skýri var vinsælt og það var haldin skýrhátíð þar sem að Hafþór Júlíus fór út á tímabili. Ég sá það. Já, og þetta var ekki gert neins staðar annars staðar. Þannig að það var stemming í Finnlandi. Já, en ég held bara Ísey skýrbar í Finnlandi sé hreinlega búið að loka. Ég sá samt enga fréttagreina þess efnis sko, en þú ert náttúrulega... Það er ennþá lénið uppi og allt sko, en hérna, þetta er náttúrulega allt á finnsku, maður skilur þetta ekki. Já. En hérna, já, eins og ég segi, fer úr 5.000 niður í 2500 tonn, skilst mér, en þeir eru bara komnir aftur í jökkið, eins og þú kallar jógurt. Þannig að það er bara búið. Breaking point í sögu útflutnings á skýri hér á landi. Sko, finnar óður í Ísey, þetta er hérna grein í lok árs 2019. Já. Og opnuðu hérna þrjár nýja útibú og bara... Það var allt vitlaust hérna í Finnlandi og það stóð til að opna minnstakosti 25 slíka bari þar í landi næstu 5 árin. Þetta er satt 2019. Ok, þá kem ég aftur á breaking point að það er árið 2017 þá verður til Ísey. Fram að því þá hafði þetta vist verið þannig að það var verið að fara inn í hvert land að reyna að gera annarkvort hérna það sem ég ætla að koma inn á eftir og heitir sko production og licensing samling eða distribution og brand licensing og einhver staðar hétt þetta MS Skýr, einhver staðar hétt þetta skýr.is Skýr.is, það er náttúrulega þau eiga ennþá það lén, bara til að taka það fram. Já, svo gerist það 2017, MS segir let's take back control, býr til alvöru brand og byrjar að vera meira leiðandi inn á hvert markað. Já, þú veist, allavega hugmyndin er svo að fara að miðstýra þannig að þetta sé eitt vörumerki sem að kemur hérðan og þetta sé ekki allt framleitt hérna. 2017 fann ég frétt að það hafi verið seldar 100 milljón dósa erlendis. Ertu með gisk hvað það er í veldu? Í veldu, ég var að segja 230 milljónir dollara. Ég hef ekki hugmynd. Nei. Bara miðað við svona, eitthvað svoleiðis. Akkur ekki. Nei, akkurat. Og sko, aftur til að innbræðins á þessu, þú veist, allt skýr í Svíþjóð til dæmis. Það er bara framleitt í Danmörku og shipað yfir. Eftir einhverjum fyrirframgefnum samningum pantanir og annar. Mér skilist að Holland og Frakkland er mestu vöxturinn í dag, en svona heilt yfir síðan 3 ár, þá segir að það hef ekkert verið fútt í þessu annað en það að markaðinni sem við erum komin inn á eru stækkandi og þú fær kannski yfir að það er rekstrareikningi. Það er erfitt að segja ekkert fútt í þessu síðan 2 ár. Það er búið að vera mikill vöxtur, ég get alveg staðfest út af því að vöxturinn er svo góður. En til að mynda, ég fann frétt sko, held ég frá 2016 eða 17 það sem við vorum komin í held ég 24 lönd 3 árum setna finn ég frétt að við séum í 15 löndum. Þannig að þú veist, bettin sem við fórum af stað með fyrir kannski 10-15 árum þau eru bara svona materialisa og eru bara góð velta þau séu bara svona dálítið að stikka við það sem gengur vel en þú veist þá veltum maður fyrir sér til dæmis eins og Finnland sko það fór allt eiginlega í bál og branda því það virðist bara mjög stundum tíma þú veist hátt er ís og hátt fall og ekkert endilega búið spil þar sko annað Nei, þú veist þá er ég að tala Ísey skýrbar sko og annað, talandu þetta, það var mikið gert úr hérna einhverjum fréttum að við værum að fara niður Rússland, Kína, Japan, Nýja-Sjáland, Ástralía. Japan til að mynda, ég fann frétt hérna frá 2020, mögulega var COVID eitthvað að fokka, þar sem við lönsum skýri í 50.000 búðum á sama tíma í Japan og talaði að þetta væri bara, ef þetta myndi takast, stærsta af öllu stóru sem myndi gerast fyrir íslenskan útflutning. Eitthvað segir manni... Er ekki vandamáli með Japan að þeir borða svo lítið af mjólkuðurum? Ég veit það ekki. En þú veist, það er alveg talað með þessi ennþá tækifæri. Ég held bara að fólk svipa á með kollabinn sem við lendum í daginn. Og við erum að segja núna að sagan á þessu útflutningi byrjaði 2005-06. Það tekur bara fólkin tíma. Já. Þú ert ekkert að neyða neytendur til að breyta venjum sínum. Það er það sem tekur tíma. Eitt, útudúr. Bandaríkin. MS, fyrir utan Danmörku að fara þarna alveg bara gang-há í þessa framleiðslu á Jótlandi það voru í rauninni fyrst inn í Bandaríkin ágúst 2005 á sama tíma frumkvöðull í Boston byrjar að strokka heima kannustu hann? Siggi og sko það má eiginlega segja ég held að mig ekkert strokkaði það mig ekkert segja að við skitum bara í Bandaríkjunum Já, við sko við erum að tala um það Asinn MS þá veist, Íslenska ríki var með mann á fullum launum að reyna
óta hérna íslenskum ostum, skýri og lambakjötin í búðir gerist ekki shit þau þurftu að draga úr út því það var einhver svona frambóðskortur hérna heima, þú veist, þetta var bara ekkert að gera sig sama tíma, bara einhver gæi í Boston strokka hann seldi Siggi Skyr fyrir 40 milljarða já, ég með það, sko, það hefur aldrei komið fram nákvæmlega og veltutölur aldrei hérna verið byrtar að ég er með assumptions hér á eftir og ég heyrði 300 til 380 miljón dollara og hérna en sko Siggis byrjar á sama tíma og MS að selja í gegnum þetta Agræs þarna til Bandaríkjanna. Sorry, hann átti 75% þegar hann selur. Rosalegur. Sko, hann tók þetta bara easy. Byrja bara að strokka heima. Getur einhvers stað að komast að hvort að Skyr sé að strokka. Það kannski... Ég veit nefnilega að þú svona strokkari sko Ég veit ekkert hvort að Skyr sé strokkað Nei, það er bara smjörið strokkað sko Smjörið strokkað, það sennilega Ég fó bara að hafa ágjör af þessu Það enginn að strokka Skyr Nei, það Kemur þá ekki bara mjólk Hvernig virkar þetta? Ég veit ekki Það verður skrifu grein þetta Þeir strokka Skyrið Heyrðu, sko Hann fer bara, tekur þetta easy way eða hard way eiginlega Þeir strokka Skýri sem eiga það Já, það er við að hérna, hann byrjar að fara á bændamarkaði farmers markets og þú veist, hann bara byggir þetta upp organically meðan Íslendingarnir ætluðu beint inn í verslanir svo erum við að loka okkur inn í verslanir áttum svo ekki hérna, til vöruna svo sé ég hérna, eins og einhverju kjánar þá var Íslenska ríkið reynda að hjóla í Siggi Skyr 2009 og bara haldaði fram að varan sem hann væri með væri ekki Skyr út af því þetta var ekki úr hérna mjólk heldur var þetta skilgreint úr jógurt og framanna var þessi trú hér heima og hjá fleirum að Skyr væri semst bara svona lögvarið vörumerki eða einkaréttur og mér sýnist að það hafi fallið 2011 þegar kom bara, heyrðu, þetta er bara eins og jógurt þá engin jógurt ef þú fer að selja jógurt bara eins og þetta sé brauð í rauninni líka þetta bara sér matvöru flokkur þú veist bara jógurt Arnars það getur engin bannar að hafa jógurt í nei. Samme með Skyr Júgur, Skyr, Adna er bara þitt brand þú veist úr júunum eru júur á þessu sko, þannig að Bandaríkin flop fram til ásins 2016 þá er bara tekið ný hugsun nýtt merki sem heitir Icelandic Provisions googlaðu það, Icelandic Provisions það er vist að loga góðu og hérna fer MS í aðra stratju að þau eignast 18% í félaginu og eru semst bara í hluthafa hópi með amerískum frumkvölum sem að keyra þetta áfram og þetta er svolítið flott þetta er nefnilega sko ég hef séð þetta áður, þetta er samt svo lítið ennþá Já, sko, þetta er held í 5.000 Whole Foods verslunum Já, er það? Já, er eitthvað síðan ég sá þetta Ég held sér ekkert farið að finna fyrir þessu í rekstrarreikningum að viti en mér skilst að þetta sé svona þetta aðeins breyti stefnunni Luca Pro reyndar, þá ætla ég að segja það þau fengu einhvern nöttara ég auglýsa Skyr, kom hérna heim og hann postaði mynd af Skyri, gúrku og eggi ég bara aldrei séð þetta áður Já, og ég bara stað Sér þetta? Þetta er alveg viðbjóður sko Já, ég sé þetta vel sko Þetta selur ekki gramm af Skyri sko Heyrðu, til að ég fara að taka mitt saman strategian, viðskiptakonseptið þetta voru tvær gerðir framannar það var production og licensing það er að segja framleiðslu samningar framanaf voru þeirra málið 2017 breytist svolítið hugmyndafræðin fáum Ísei og þá förum við yfir í það sem heitir distribution og brand licensing Þau eru ekki með íslenska kennitölu held ég þetta Icelandic Provisions Nei, þetta er erlent, þetta eru bara kannar þú getur flett þeim upp Sigurjón Kjartans er hérna í auglýsinga herferð fyrir það Akkur settu þér hann ekki bara framan og allt Já, ég segi það Frekar en þetta, það getur engin Skyr með gúrku og eggi Hefur heyrt þetta? Þetta er stórundalegt Já, distribution og brand licensing form til framtíðar og það sem einkennir þetta er að við erum að skaffa Skyr gerilinn ásamt uppskrift og framleiðslu þekking Þetta er svona þess að súrdegsgerillinn Já, basically sko Ég bara, við erum ekki sérfræðingar í þessu við bara til að taka það fram sko við hljómum kannski svo hálfvitar fyrir einhverjum en flestum, en sko Havarið bara til að loka þessu Rússland, mikið vesen fara þar inn 2018 kemur í ljós núna þegar á að loka öll 22
þú getur ennþá fengið Ísey skyr út í búð í Rússlandi hafa bara öllu stólið og þeim skít sama eða sko, ok, ég sá bara einhverja frétt að það hafi verið ennþá hægt hérna fyrir þess ári. Já, ekki Ísey skýr nú. Já, þú veist, þeir fara bara í svona framleiðslusamning með einhverjum gæjum í Rússlandi sem að framleiða svo hérna okkur hent út eða við förum í viðskiptastríð eða hvernig það er og hvað gera rússarnir? Erum við að fara að virða einhverja samninga við þetta lið? Kopja en þú veist bara halda áfram og framleiða þetta heitir ekki Ísey skýr þetta? Jú. Er það? Má það? Já, þú veist, ég meina hvað ætlar að gera? Farðu bara í málviðu í Rússlandi það er ekki eins og Ísland sé efst á lista eða þú getur googlað þetta, Ísey Rússland þetta var í fréttum og það var eitthvað verið að reyna hjól í MS hvort þau væri ennþá að selja en MS var að benda á að hérna makkerinn úti bara svísteinskis ég meina ef þau sviku McDonald's keðjuna í Rússlandi kjölfar stríðsins og þess hvað heldur að þeim sé ekki skýtsam með einhverja mjólkubændur á Íslandi sem að fáðu þetta ekki bara bætt olíuverð hækkar, fáðu ekki orðið bætt ég sko allavega sé ekki þetta en já, ok, áfram Herðu, annað það var í verðsamanburður Já það var upp í Fótur og Fit árið 2019 þegar kom í ljós að skyr ódýrara í eiginlega öllum öðrum löndum en á Íslandi rétt. Og þá var verkefnastjóri frá MS þau eru alltaf fljótast eitthvað til komið í frábæra svar lögmál markaðsins ráða hér heima en ekki úti sem akkurat eitt mesta öfugmæli sem sögufara það ekki það? Jú, því hér heima pjúra einokun þetta bara á meðan það raunverulegu markaðir í gangi erlendis þar sem að þú gætir verið að keppast að kaupa framleiðslu á nokkrum stöðum en þetta endurspeglar sig að sjálfsögðu líka í kaupmætti og að undarrenna hérna ódýrari í Evrópu en bara þú veist hversu léleg setning og það var allir bara það var enginn sem gagnrýnda á lögmál markaðsins ráða hér heima en ekki úti þannig það og svo þetta bara spennandi Arna búið að flytja út 1,2 miljón dósa í fyrra Arna var að fá hlutafjár aukningu núna fyrir mánuði þannig að það einhver útrás að hefjast þar Já, við náttúrulega vorum búin að skoða að taka þau sko Já, 2 drengir að byrja að flytja út skyr það gengur svo vel að það verið að hugsa að sitja á kynleiðréttingu og svo í fyrra hitti ég menn í partíi sem eru að leggja dröga skyr útflutningi í Indlandi Já, þú hitti þá í partíi? Já, og ég veit ekki hvort ég með að segja, má ég sjá, skyr Indland Ég skal koma staði hvort þetta sé hérna confidential Spennandi tímar framöndan í skyrinu, það nokkuð ljóst Herru, nei, þetta, bara frá stjórnarráðinu Skyr senn fáanlegt á Íslandi Nei, á Indlandi Þannig að ég hitti þá meistara Já, svo bara hérna í lokin Fendimanns vill vita verðmat á Ísey Ég verð með það Já, þú kemur með það eftir Já En já, þá ætla ég bara að taka boltan Það er náttúrulega Ísey útflutningur sem verður hérna í dag Ísey útflutningur EHF öllu heldur Sko eignarhaldið á þessu Þú veist, þetta er náttúrulega systurfélag MS Svo að það sé tekið fram Fært, þetta var fyrst dóttur Var dótturfélag, en er núna systurfélag og er þar leiðandi undir Auðhumlu Í hvað, 80%? Maður nú sé á þetta Auðhumla 80% og kaupfélagsskagfyrringa 20 KS auðvitað með puttan á púlsinum þetta Nú, sko, ég ætla að byrja bara á rekstrarreikning sem eins og ofta áður sem að verður á sjálfsögðu í boði Teygja og hvað sagði ég nú aftur í síðustu viku? Ég ekki bara hollast að þegja og... Nei, þú sagði það Já, ég sagði það, já. Nú er ég að teygja mig það sem ég sagði í síðustu viku Þetta er nýja slagorðið hjá Teygja Það skal ég þér segja Hættu peningum að fleygja Já Komdu í viðskipti til Teygja Rétt Þetta eru líka orða sönnu Því að ég tengi ekkert meira við það að fleygja peningum heldur en að gangi inn í einhvern samning sem er svo breytilegu bara eftir vindátt sko. En hér er allt upp á borðum hjá Teygja, það er fast gjald það er greitt daginn eftir og það ættu allir að ganga ánæðir þarna út Íslands support bara nánast allan sólarhringinn og þetta er toppurinn að mínu mati viltu skila kveðju til Teygja? Já, bara góð kveðja Það ekki? Hollast að Teygja, skrási í Teygja Teygja.is, farið í kontu í viðskipti og taliði saman Herðu sko, ég ætla að hefja yfirferð á ársreiningu þeirra núna fyrir rekstrarárið 2023
og byrjum á rekstrarreikning fyrst fyrir á tekjurnar. Það er rauninni bara einföld stærð, það er engin sunduliðun, það er bara skýringin rekstrartekjur félagsins eru vegna vörusölu og er öll sala erlendis. Þannig ok, þá erum við komið með það á hreint. Tekjurnar á árinu Ég var ekki viss. Nei, en það er samt smá, sko við þurfum eiginlega að kryfja eitt hérna á eftir, varandi lagerinn og svona. Já. Þetta er, ég komst ekki að því nákvæmlega hvernig þetta mótil er, en sko allavega til að segja hérna, bara tekjurnar, þær voru á árinu 2023 samtalsnúmer 3,8 milljarðar og það lítur út fyrir með að við gögnum úr ársreikningum allavega aftur í tímann að þau séu búin að vera í nokkurum vaxtarham því að rekstrartekjur félagsins eru hérna aukast 21,3% á milli ára 22 og 3 og á milli 21 og 22 sáum við vöxt upp á 27,6%, þannig á milli ára 21 og 23 þá eru þess að rekstratekjur að fara úr 2,5 milljarðar upp í 3,8. Svo til að vera nákvæmur gerir það 54,7% vöxt yfir þessi 2 rekstrarár. Þetta er lýgilegt. Þetta er það í rauninni, sko. En hvað veldur, þú veist, það er einhver einstök lönd sem að eru að mókast upp á við, skilurðu, á meðan að önnur lönd eru bara reynilega að klikka. Já, mér skilst að Finnland, það var aðeins dreigja úr. Já, einmitt. En hvað, Holland og Danmörk, er það ekki svona heitustu bitandi núna? Sko, Danin er vist bara alveg rock solid, Svíþjóð, Holland og Frakkland eru vaxtarsprótar og svo hefur það verið að gerast, ég held að sjá það í efnahagsreikningum að það var, ég glemd að minnast á það eru tækifæri í Bretlandi og þar er framleiðsla sem að mér skilst að Ísey er heldur búið að kaupa hlut í. Upprunnilega er það hérna samningur. Ég held að Ísey eigi orðið í framleiðslu í Wales, sko. Þegar þú skoðar rekstrarreikningin. Þannig að skýrið er í sókn hérna á erlendum markuðum. Þeir stróka skýri sem selja það. Það er bara þannig. En eins og sé, sko ég talaði rekstrartekjur hérna áðan, en svo er annar tekjuliður sem að hreinlega heitir bara aðrar tekjur og það eru upp á 162 milljónir. Kemur því miður hvergi fram hvað fellur þarna undir, það eru engar fasteignir skráðar á félagið og ekki þetta leigutekjur, það er spurning hvort það gæti verið tekjur á sérleyfi. Það er svo sem bara getgátur en samtals tekjur eru sléttir 4 milljarðar 391.000 krónur og þar hef ég raunin ekkert meira tekjurnar að segja. Gjöldin, þau eru þrískipt í rekstrarreikning, það er kostnaðarverð seldra vara, það eru laun og launatengt gjöld og svo annar rekstrakostnaður. Ef við byrjum á kostnaðarverð seldra vara, þá sjáum við að marginan er nú ekki há hjá þeim. Við skulum náttúrulega ekki gleyma því að þetta er í raun heildverslun. Svo það er eðlilegt að framleiðin sé í lægri kantinum. Kostnaðarverð seldra vara er hérna fyrir rúma 3,2 milljarða. Við erum að sjá 18,4% álagningu á vöruna. Er að aukast þetta 5,4% stig á milli ára, var í 13% álagningu 2022. Þannig að 18,4% álagning sem er bara dröllu gott myndi ég segja. Það ekki það. Nú miðað við að vera bara bróker, þetta er bara magni, að þú veist, heildsala, bróker, þú veist, við þurfum aðeins að finna út úr þessu, sko. Já, ég reynda með juice og ég kom með það strax. Já, þú mátt endilega skjóta inn í, sko. Sko, eitt hérna með bara business modelið er að sko þetta license dæmi, þú veist, þetta er brand licensing og það. Mér skilst að þetta hafi byrjað í 1%. Tekur sérst 1% af hverri seldir dós. Með Ísey hafi það verið, þú veist, þá komið brand, við ætlum að fara frá meira fyrir hvert selt, 3%, segir sagan, og menn vilja sleikja 4% í næstu samningum. Þannig að þú veist, þá er þetta að fara að taka 4% af veltu í license. En þau framleiða vöruna. Danirnir. Já, en þú veist, sko, kostnaðarverð seldra vara hjá Ísey útflutningi. Já. Þú veist, hvað erum við að horfa á þar? Það sem kostar að kaupa hana af dönunum. Basically, og svo endur selja þeir það hérna emitt. Inn í þetta blandast síðan það sem við erum að taka bara cut license fee, það sem við verðum að framleiða þetta. Og þú ert að tala 4%
Já, menn vilja sleikja 4%, hef ég heitt, rólegur. Okay. Ég meina, þú fer fullu með kúabónd í pottin, þú færið allan fjandan upp úr honum. En þetta eru getgáttur, á móti, sko, mér skilst að 70% af því sem er í gangi í dag er bara í gegnum TISE, þú veist, Danmörk er bara höppin fyrir allt, þú veist, í Noregi eru með eigin framleiðslu og allt annað merki, eftir held ég uppskrift hérna ISEI, eða bara MS, og þar erum við bara að tikka 3% af öllu sem er selt og erum ekkert eitthvað inn í nema við erum að skaffa geril og ég held það Skýr-gerilinn. Það er náttúrulega auðvitað að skilja þetta helviti. Hvað er að leggja þetta á? Láttu mig þekkja það maður, ég hef búin að liggja yfir þessu síðan. Herru, laun, næsti útgjaldaliður 161,6 miljón. Hvað sagðirðu? 161,6 miljón byttu. 161 miljón? Byttu, laun og launatutgjöld. Af því erum við með hrein laun til starfsmanna sléttar 130 milljónir og nú fer náttúrulega færast fjör í leikinn. 100, já. Nefnilega hjá ISEI útflutningi var meðalfjöldi stöðugilda á árinu 2023 aðeins 6 stykki. Shit. Þannig að þetta segir okkur að meðallaun á starfsmanna mánuði eru rúmar 1,8 milljónir króna og það er svo sannlega ekki slæmi tjekki. Ég segi bara take a bow. Þetta er meðallaun. Þetta eru hetjur íslensk mjólkurina að störfum, sko. Það er greinilegt að ef þú vilt, sko, er unni myrkran á milli við að selja skýr eða? Það hlýtur að vera talsverði yfirvinna þannig, sko. Já, 1,8. Það er greinilegt að ef þú vilt ná góðum launatjekka þá bara fara að einblína á skýrið. Já. Útflutningin, þetta gefur vel. Er hægt að sækja vinnu bara inn á isei.is eða? Ég veit ekki, þú verður að tjekka á þessu. Hvað ætlar að gera? Bara strokka? Bara strokka þetta, maður. Sletta þessu jáfnvel. Herðu, svo er hérna síðasti útgjaldaliðurinn annar rekstrakostnaður 228,4 milljónir og það er engin frekari útskýring á því, það er það nú sjaldnast en ég sé þó að við erum með þóknun til endurskoðanda 6,5 milljón, en meira sé ég ekki. Svo þá getum við bara farið í EBITDA, það er bara tekjur hérna mínusgjöldin og þá fáið 368 milljón króna EBITDA. 9,2% framleið sem er bara prýðileg tala með að við í rauninni, bara lága markinu og þú veist, þetta er bara stórkostlegt í raun. Talsverð bæting að vísu frá fyrra ári, framleiðin stóði 3,8% þá. Nú, eitthvað er nú afskrifað hérna, 19 milljónir króna sem er í rauninni afskrift af bæði rekstrarfjármunum en líka af óefnislegum eignum en eins og sannir sprotar þá eignfæra þau þróunarkostnað. Komum kannski nánar inn á það í efnahagsreikningnum en allavega þá eru þau afskrifað þennan þróunarkostnað hérna 4,5 miljón og svo varlega rekstrarfjármuni hérna fyrir 14,5 miljón. Þannig að rekstrarhagnaður félagsins fyrir fjármunagjöld og skatta eru því 349 milljónir króna. Ef við lítum á fjármunatekjur og gjöld þá erum við að sjá svona talsveit meiri virkni en fyrir ár og þá helst í fjármagnsgjöldin á rekstrarárinu voru 20,4 milljónir króna samanborið við 1,5 miljón króna árið 2022 og þetta er auðvitað stórfelld hækkun sem að mestu svona má rekja til vaxtagjalda til tengdra aðila. Er ekki bara að vera móðurfélagslán á... Jó, í rauninni sko, en við förum nánar inn á eftir hvernig þetta stendur, þetta lán. Nú, svo eru fjármunatekjur sem hljóðu upp á 1,9 milljónir og þar eru með vaxtatekjur af bankareikning fyrir 1,1 miljón og aðra vaxtatekjur fyrir 800.000 krónur og svo er það þetta gengismunur, 7,6 milljónir neikvæðar. Það er nefnilega þannig að sko viðskipti eru umreiknuð yfir í krónur á viðskiptadegi, sem sagt tekjur og gjöld, en eignur og skuldir eru umreiknaðar með gengi í árslok og þá myndast yfirlega þessi gengismunur sem er farið hérna í rekstrarreikning. En þá erum við með netto fjármunagjöld upp á rúmar 26 milljónir, þannig að það er til frádráttar og áður en við dembum okkur í hagnaðinn, þá erum við með lið sem heitir hérna áhrif dótturfélaga. Þau áhrif eru að vísu neikvæðu upp á 54 milljónir króna og þessi neikvæðu áhrif skiptast í tvennt. Það er sem sagt afskrift af yfirverði sem er 38,1 miljón sem er bara einhvers konar svona niðurfærsla á viðskiptavild held ég, svona svipað til þess. Já. Svo erum við með hlutdeild í afkomu dótturfyrirtækja. Það er nettó 15
sem sagt neikvætt og sko þarna held ég að Ísey Skýrbar spili stærsta rullu, tapaði 72 milljónum í aðeins 54 milljón krónar veltu þannig að þau henni tapa meiru en þau velta. Pítu, sé hvað ég glemti þessu. Af hverju Ísey Skýrbar ekki sér eða? Það dótturfélag. Já. Pítu, ég ætla að fletta þeim aðeins. Sko sem sagt Ísey útflutningur fer með 100% hlutdeild í Ísey Skýrbar EHF sem að mér skilst á öllu að sé félagi sem heldur utanum bara sérleyfi á skýrbarnum fræga, auðvitað, hérna á Íslandi og það að skítapa pening sko. Og svo sko, en þetta virkar sem þetta er rauninni sérleyfi þetta er í raun engaleyfi N1 eða festi segi sko er með þetta sérleyfi og en hérna Ísey útflutningur sem sagt held já, eða þú veist, fær bara eitthvað komið, skilur, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það virkar, sko, en Jú, mögulega er að fá þá bara prósent af því enni dregur þetta Já því að sko, einmitt hérna, 54 milljónir í leyfistekjur, þannig að maður hugsa með Já, leyfistekjur, já Sniðut, þau eru þá bara með 54 ári í þetta En tapar svo 74 Já, nei Þá eru það sjálfsögðu með sko ok, þetta meikar ekkert sens 12 starfsmenn á 53 milljónum þannig að þetta er eitthvað Já, þetta er eitthvað skrítið Það skal ekki segja Það er eitthvað skrítið þannig En sko, þú veist, þetta er basically bara launakostnaður sem er að drepa þetta sko En sko málið er að þetta félag Nei, og annar ekstra kostnaður hérna fyrir 60 milljónir Já Sko málið er að Ísey Skýrbar EHF heldur líka utanum rekstur á sko skýrsafninu í mjólkurbúinu á Selfossi Já, það er Skýrland Legendary safn, hefur séð það? Nei, ég hef farið þarna inn en ég hef ekki séð það sko Nei, þetta er hann að niðri Já, þetta er niðri, já Ég hef farið inn á mathöllina en ekki séð þetta En svo eru þetta fleiri dótturfélög sem við skulum bara fara yfir í efnahagsreikningnum á eftir en þetta er rauninni hlutdeildi afkomu dótturfyrirtækja sem er nettó mínus 15,9 milljónir og ég held að eins og ég sé að Ísey Skýrbar sé að dóldi að spilla gleðinni þar. Nú förum bara beint yfir í hagnaðinn. Hann nam 204 milljónum króna sem er 5,1% hagnaðarhlutfall þannig að þú veist lítur nokkuð vel út, minna það er ekki þetta að neita því að þetta er bara ágætt, alveg hreint sammála, en þá er það efnahagsreikningurinn og hann er í boði Varðar og þetta er náttúrulega orðið svo hrikalega aðgengilegt þarna hjá þeim það er líf- og sjúkdómatryggingar þú ferð inn á vefinn, sækir rafrænt ferli og tekur þig mínútu og þú ert komið með sko bæði tillögu frá þeim að bóta fjárhæð. Já, ég er nú bara með skúp, ég er að fara með þetta í gegnum fyrirtækjatryggingarnar. Ég ætla aðeins að testa það. Já, þú ert í lífi sjúk. Já. Ég er í fyrirtækja fjúk. Nei, en svo er náttúrulega auðvitað líka bara til að koma inn á það því að það eru eflaust einhverju fyrirtækjaeigendur að hlusta að bara brýna það fyrir fólki að fara í gegnum fyrirtækjatryggingar hjá Verði. Já, að gera, eina viti. Það er bara, og þú veist, að vera vel tryggður í bak og fyrir út í atvinnurekstri. Líka bara fá tilboð, þeir komið með tilboð. Skiptir sköpum, já, ekki spurning. Þetta er stemmingsfélag. Já, en með líf og sjúk, þetta er eins og ég hef áður sagt, þetta kostar minna heldur en Netflix á mánuði og það er dýrt að veikjast alvarlega, sko, þannig að þá ertu dekkaður. Ekki taka sénsinn. Ekki taka sénsinn. Þökkum Verði kærlega fyrir samstarfið. Þá er okkur ekkert á vanbúnaði. Nei. Það er bara eignir. Heildareignir félagsins, viltu eitthvað giska á það? Hvað er svona myndu? Hvað er svona, ef þú setur puttanu upp í vindin? Hvað er svona? 600. Nei, 1150 milljónir króna. Já. Og þau eru að lækka hérna dálítið milli ára. Eignir voru í kringu 1300 milljónir. Það er svo sem ekkert sjokkirandi að eiga sér stað þarna. En ef við byrjum á fasta fjármunum þá standa þeir í 359 milljónum króna og það er langstæsta stærðin eignarhlutar í dótturfélögum 311 milljónir og þetta eru dótturfélögin sko, það er náttúrulega áðurnefnt Ísey Skýrbar EHF, svo er Ísey Skýr UK, Skýr Wales, já, það er hérna sem ég var að tala Ísey Import BVF sem er Holland og svo Ísey Europe BVF líka skráð í Hollandi og þetta eru svo kvöldu dótturfélög sem eru skráð þarna. Já. Þau eiga ekki nema 75% í Skýr Wales
Já, ég held þau hafi verið að kaupa sinn. Ég skal finna En þetta náttúrulega miðað við verðum að taka það fram að þetta loka árs 2023. Já, ég skal finna 21 reikning. Ég held þau sé að bæta við sig. Ég var eitthvað búin að skoða þetta sko. En bókfært virði þessara dótturfélaga 311 milljónir króna. En svo hérna restin undir fastafjármunum áður nefndar óefnislegar eignir sem þróunarkostnaðurinn. Hann stendur í 13,5 milljónum á bókfærið. Nú svo erum við með varanlega rekstrarfjármunum fyrir 25,5 milljón og undir varanlegu rekstrarfjármunum eru með vélar og tæki 17,7 milljónir, bifreiðar fyrir 5,3 og að lokum tölvubúnaður og húsgögn fyrir 2,5 og það var aðeins ein eignfærsla á árinu, það voru 6,7 milljónir fyrir bifreið, hvort sem það var bifreið undir einhvern seffa þarna eða skýrbíl, ég veit ekki. Já, menn rúllum á einum Rolls Royce þarna sko. Svo síðasta stærðin undir fastafjármunum skuldabréfa gagnvart tengdum aðilum upp á 9,4 milljónir og ég sé nú ekki beint hvað tengdi aðili á þarna við en þau eiga þarna kröfu á einhverja dótturfélögum sínum eða mögulega systurfélag MS eignarhald, þannig að það geti verið annarkvort nú fastafjármunir samtals 359 milljónir, svo það veltufjármunir sem eru samtals 791 milljón. Þar bera viðskiptakröfur höfuð á herðar yfir aðra stærðir, eru með viðskiptakröfur upp á 570 milljónir, takk fyrir, og svo ég svo sem margoft komið inn á þá þetta öllum líkinum bara endursölu aðilar sem eiga eftir að greiða þeim fyrir sendingar. Tekur oft tíma að innheimta þetta. Já, getur gert það. Þannig að því næst eru við svo með kröfur á tengda aðila upp á 98,6 milljónir sem eins og ég nefndi Hvernig heldur þetta sé? Eitthvað af Yes, hello, this is the Farmers Association here of the milk farmers in Iceland. Það náttúrulega einhver einn af þessum 6 sem ringir sko. You owe us a little bit of money. Maybe we can just do a lunch in Wales. Go over it. Auka veldur hann, takk fyrir. En herðu, það sem ég ætla að segja, kröfur á tengda aðila fyrir 98,6 milljónir. Það bara einhvert af þessum dóttur eða systurfélögum, það ekkert sérstaklega skilgreint. Svo það aðra skammtímakröfur upp á 66,5 miljón og lókum handbært fyrir 56 milljónir króna. Herðu, hvað varstu með dótturfélögin voru hvaða liður? 8, 9? 11. En svo verði ég að nefna það bara, þú veist, og glöggir hafa tekið eftir því að ég var að tæma veltufjármunni og það eru engar byrðir. Það er engar byrðir. Já, það er það sem við rættum. Og það þá sennilega þið danska fyrirtæki sem að heldur þessar byrðir en selur svo til Íslands sem að selur það erlendis. Nei, byrðirnar eru selda bara beint, Svíþjóð. Já, þú veist, byrðirnar færast, skilur, en við hirðum tekjurnar. Já. Þannig að það er rauninni þetta er dropshipping. Já, þetta bara eins og einhver umbóðsæðli, sko. Þetta er basically dropshipping business. Já. Þannig að það er áhugavert. Þannig að það er engin byrðalager, engin byrðalstað. Og helviti arðbært, sko. Já. Sem umbóðsmiðlun. Ég meina bara, maður hefur séð svipað, þú veist, það eru svona 130 félög að flytja út fisk á Íslandi. Já. Og maður sér menn sem eru með umbóðsfölu og fiski fyrir kannski 3-4 milljarða. Já. Það er ekki að ná þessu úr þessu. Nei, bara. Og það er einn gæi 1-2% kannski. Já, veist, hann er bara með 20 milljónur árið til þess að geta borgað sér laun og fara í eina gólferð árið, sko. Þannig ertu með 6 bara að halda hjólum kúabænda og 5% sko hreint hagnaðarhlutfall. Já, þetta er 9,2% EBITDA-framlegð, þú veist, þetta er góðari. Já, þetta gengur vel. Fá bændur eitthvað að finna fyrir þessu góðari, eða? Já, ríkin náttúrulega bara bakkar upp ef eitthvað kemur fyrir bændur, sko. Bara bændur. En herðu, heildareignir, fastafjármunir pluss veltufjármunir, samtals 1150 milljónir króna. Þá skulum við kíkja skuldahliðina. Heildarskuldir félagsins tæplega 447 milljónir. Breaking news. Hvað segirðu, ertu með eitthvað? Þetta voru 7 stöðugildi 2022, þannig að það er hagræðing. Ég er já. Það hefur töluverð hagræðing. Það hefur verið að draga saman. Hvað er þetta, 12% fækkun starfsmanna? Já. En, heyrðu, ég með fyrir að Íseyskir Wales kemur inn í efnahagsreikningin 2022. Hann var ekki 2021 og var þetta ekki 75%? 75, já. Já, þá kaupaði þetta. Já.
Þannig að þar höfum þetta var eins og við myndi. Þeir eru að kaupa sig inn í hennar rekstur og eru þar alveg komið með framleiðslu á meginlandinu. Nei, Bretland segjum. Bretland segjum. Ekki á meginlandinu. Það er uppbygging í gangi, það er nokkuð ljóst. Já. En eins og ég sagði, 447 milljónir í skuldir og við byrjum á langtíma skuldunum sem eru samt í rauninni engar. Við erum hérna með tekjuskattskuldbindingu upp á 8,2 milljónir. Þetta hefur ekkert með binna að gera það? Nei, þetta er bara oft kallaður svona, þetta er frestaður tekjuskattur bara. Langtíma skuldinar? Já, þessi tekjuskattskuldbindingin. Já. Þetta er svona munur á skattalegu virði og bókfærðu virði og svona. Á ég eitthvað að fara nánar út í það? Nei. Ok, þar með eru bara, já, langtíma skuldir upptaldar. Ég nefndi náttúrulega samt áðan þessi hækkuðu vaxtagjöld í rekstrarreikningnum á rekstrarárinu 2023 og það má rekja til þessar skulda við tengda aðila og þú talaði kúlubyrði við náðan og í lok árs 2022 skuldaði í sig útflutningur 335 milljónir til sem sagt tengdra aðila þátt eftir lok árs 2022 en svo stærð stendur bara í 0 krónum núna í lok árs 2023 en það er þó nokkuð líklegt að þessi skuld hafi hangið á þeim svona megin þorra ársins 2023 vegna þess að hái vaxtagjalda tæplega 20 milljónir en það er systurfélagið Mjólkursamsalan sjálf sem er að lána þeim og eins og ég segi, þetta hefur verið eflaust eitthvað kúluskott bara. Já. Samkvæmt sjóðstreymisyfirliti var þessi langtíma skuld bara að fullu greidd tilbaka á árinu þannig að við skulum ekki dvelja lengi við það. Langtíma skuldir í rauninni bara 8,2 milljónir sem nemur þessari tekjuskattskuldbindingu. Mókum okkur þá yfir á skammtíma hliðina, hún er talsvert stærri. Þar ber helst að nefna viðskipta skuldir sem standi 305 milljónum. Við erum að ógreita reiknaða skatta fyrir 66,9 milljónir. Skuldir við tengda aðeila upp á 45,2 og svo lokum aðra skammtíma skuldir upp á 21,7 og þar með eru bara skuldir upptaldar, samtals tæplega 447 milljónir. Við ætlum samt að sjálfsögðu að kíkja yfir skammtíma greiðsluhæfið hjá félaginu. Já, það var áhugavert. Eik stóð sig ekki nægilega vel í síðustu viku. Það var disaster. Hér erum við með veltu fjárhlutfall 1,8 sem er glæsilegt. Já. Og í rauninni er lausa fjárhlutfallið það sama en það engar byrðir til að draga frá hérna. Þannig að þetta stendur bara nokkuð vel hjá þeim. Skuldahlutfallið stendur í 38,9 þannig að þetta er svona 60-40. Já. Skulda, þú veist að þau virðast ekkert vera í eitthvað allt og háum gýr Myndu við ekki vilja sjá þau flippa þessu? Jó, fara í 60% skuldsetningu. Já, ég meina þau eru að fara í alls konar hvað segir maður? Alls konar framkvæmdir, auðvitað. Já. Skalanir. Já. Smá gýrun, eitthvað góð shit verðtryggt lán frá byggðastofnun til 50 ára. Já, fara í byggðastofnun, auðvitað. Var eitthvað sem við hinn fáum ekki? Það er vanýtt úrræði. Já. Það eru örstuðt í eigið fyrir við erum eigið fyrir 703,7 milljónir tæpar og þar er mestu hluti bara óráðstafað eigið fyrir 679 milljónir. Restin er bara þetta hlutafé, lögbundið varasjóður, bundin hlutdeildarreikningur, þýðingamunur, jari. En það sem öllu skiptir óráðstafað eigið fyrir 678,7 milljónir. Þannig að já, staðan er bara, þú veist það er líka hollt að sjá viðskiptakröfur að lækka einhverja 200 milljónir þrátt fyrir tekjuaukningu upp á 600 menn eru ofta eitthvað að jamma og djúsa með þetta þú veist, kröfunar hækka bara og þú veist að sína fram á einhver tekjuvöxt þannig eru að lækka þannig að það er alltaf flegi ferð ekki sammála? Jú, þú veist, þetta bara lítur mjög vel út það verður bara að segjast alveg eins og er Tjúvilsi, ég vona að þetta gangi upp og Ég bara velti fyrir mig, þú veist, er allur komplett reksturinn inn í þessu sem við erum að sjá hérna? Hvað áttu við? Nei, bara, þú veist, þetta var náttúrulega inn í MS á einhverjum tímafóti svo er þetta tekið bara út sem sér dótturfélag og verður síðan seinna systurfélag Þú veist, þú veist augljóslega, þetta er náttúrulega bara í rauninni bróker það er bara málið Já, þetta er einhvern veginn Þú veist, inn í þessu ertu ekki með einhverja framleiðslu eða neitt svona dæmi, skilur Broker / wholesaler Þannig að þú veist það er bara frábært að þetta módel sé að virka, skilur þetta er komið í gang og ég meina það
Þetta er skýr mangari. Já, maður var alltaf sér fyrir endan á vexti, ég meina 6% eða 54% á tveimur síðustu árum. Þetta er hróttalegu vöxtur. Þannig að þú veist, það lítur ansi vel út, en svo lesmaður hitt og þetta, þú veist, eins og með Finnland og þú veist, það er ekkert að ganga neitt sérstaklega vel allstaðar. Nei. En eins og þú talar það er vöxtur einhvers staðar og það er oft nóg. Fjárfestu í 100 sprotum og einn nægir, skilur, það er bara... Já, hann er það með markaðina líka. En þannig að bara svona til samantektar í boði Jómfrúnar og Fentimans, þá bara held ég að... En svo er náttúrulega spurning, sko, teiki sem við höfum eftir að taka og það eru bændunir, sko. Já. Það er búið að vera eitthvað smá drama þarna, eða ekki? Upp á hvað að gera? Hvernig þessi peningur skila sér tilbaka? Já. Þú kannski þekki það eins betur en... Sko, ég sá bara eitthvað, núna held ég fyrsta arðgreiðslan var í fyrra, var ekki 200 milljónir? Jú, gott ef ekki. Sem kom, sem er vel, þannig að þetta byrja að koma tilbaka einhverju leiti. En það fer náttúrulega inn í 2 félög sem á alla geta greitt arð, sko. Sem er held ég Auðhumla SLVAF, sem er samlagsfélag eða ekki, er Auðhumla rekstrarfélag. Sko, og Kaupfélag Skagfirðinga er sko kaupfélag. Það er pínu erfitt að sjá hvernig... Þetta eru samvinnufélög. Já, samvinnufélög. Ég þekki það bara ekki hvernig nákvæmlega þetta mun síðan enda í vösum þessara 500 mjólkubúa sem að strokka skýri, sko. Nei, en það var lögð til 200 milljón króna arðgreiðsla hérna á árinu 2004, þannig að þetta kemur ekki inn í reikningi hér. Ég vona svo innilega að þetta springi út og bændur fara að fá alvöru kass því ég er honum þreyttur á að lesa bara fréttur að bændur fái bætur. Já. Þú veist, það þarf að reisa aftur sjálfstæði íslenska bænda bara þegar hart í ári. Já. Þá takast þið bara á vandan. Maður hefði nú haldið að svona union væri til þess gert, sko, að ríkið þyrfti ekki að vera stanslaust með á framfærslu, sko. Já, hvað var þetta? Þeir fengu bætur út af vextir hækkuðu og þeir voru í fjárfestingum, eins og allir aðrir í landinu. Svo var held ég út af Úkraínustríðinu eða innrás Rússa, þá var með hvað var þetta aftur með að áburðurinn var svo dýr út af því að hann var allir framleittur. Hátt að bæta það. Þú veist, þú veist, er ekki bara einfaldast að bara aflétta þessu öllu? Já, þú veist, Ísland er byggt upp á bændum. Við verðum að hafa stolta bændur, ekki bælda bændur. Nei, þetta er þetta hörkupunktur hjá þér. Bældir bóta bændur, burt með þá takk. Hvað ætli fólk eftir 200 ár segja Ísland sé byggt upp af? Vonandi ekki bældum bændum. Nei, ég bara svona spá, þú veist. Já, má koma aðeins stolt. Þannig að leið að byrja að mallinn einhver alveg arðgreiðslur og bændur byrja að efnast aftur og hætta að reiða sig á ríkið ef að verður eitthvað vesen. Þá eru veldi bara í toppmálu með þetta. En Fentimannskvarðin á sér sá að Siggis sem skákaði MS þarna í Bandaríkjunum fram til ásins 2017, 16, 18. Mér skilst að rekstratekjur á hans skýri hafi náð $100 milljónum þegar hann exitar. Við erum að tala að Ísey útflutningur er í 3,8. Verður hann ekki í rauninni með að við söluvirði, þá er hann bara fann að slaga upp í markaðsvirði MS á þessum tíma, eða þú veist markaðsvirði, bara heildarvirði MS. Hvað eru tekjurnar MS? Er það ekki 20 eitthvað milljarðar? Kíkt á það. Allavega, Fentimannskvarðin í dag, það er að fá sér bara eitt Rosé Lemonade og sulla smá gin út í það. Það má segja það. Sko, sagan segir að hann hafi selt þetta á 3,8 sinni tekjur. Það er að segja $380 million, 100 milljónir í tekjur, low point 300 million. Þú talaði 40 milljarða isk. Já, ég talaði það í frétt, sko. En ef við tökum sama markvaldar á tekjur sem var tekin þarna. Mjólkursamsalanir EHF eru að selja fyrir 40 milljarða. Já, 40, ok. Það er alveg undirskot hjá manni. En þá er verðmat Ísey útflutnings með tekjum markvaldara og byggt á mjög ónákvæmum giskum út frá Siggis 14,5 milljarðar í dag verði Ísey útflutnings. Útflutnings. Bara ef þú tækir nákvæmlega sama útreikning markvaldara þá einhver tekjum markvaldara en ég meina ef við tökum EBITu, hvað viltu hendi í EBIT á þetta? 7. Nú þekki ekki hvernig þetta er. Það er 2,5. Það er mun að talsverðu þannig, sko. Já, þannig ertu markvaldar og tekjur. Ég skal ekki segja, en svo er annað. Það er alveg svona, það er óljóst hver ávinningur þeirra sem keyptu Siggis hefur orðið af þeirra fjárfestingu. Því að þau eru náttúrulega að kaupa brand sem eru stórt í Bandaríkjunum, komið með það til Evrópu,
Ég held ég að lesi að þau eru að framlega það í annarkost Slóveni eða Slóvakíu sem að svona í hugum ímissa neytenda hefur orðið til þess svona já, þetta nú kannski ekki alveg gæðin sem ég bjóst við sko versus að Íslandi ennþá prestige ímynd þannig að en ég bara, þú veist, það erfitt að fá legit tölur úr þannig að Fendimanskvarðin virkar ekki hér eða hvað? Jú, hann segir bara 14,5 jardi en á starfsmann, sko, ef við tökum bókvært verðum við ekki að gera það? Já, sorry, það er það sem ég er að koma þannig að við erum með bara hildarvirði 14,5 og 6 starfsmenn þá er Fendimanskvarðin 2,4 miljardar per starfsmann inn í sig þetta er bara eins og ég á reytum já, basically þetta er svakalegt já, það er bara, ég meina þetta eru sko það er oft talað um gull kú þannig er bara eitthvað gull ígildi sem liggur þarna inni, þessi 6 manns það hefur aldrei verið búið til önnur eins og verðmæti fyrir þjóðina þetta er stórkostlegt herðu, og auðvitað Fendimanns stendur fyrir þessu, þetta er í boði Fendimanns þú talar um að nota þetta í genið og ekki ginger ale heldur ginger beer já, fyrir þá sem er að fara í Moskomjól en það sem ég vildi segja með hitt það er mjög snirtilegt að vera í þessu bleika í dag bara tilefni skýrsins þetta er nefnilega ógeðslega flott þú veist, þetta er helviti flott Ertu ekki að tala um Rosé frá þeim? Lemonade þarna og bara með smá læm og skálum fyrir skýrinu ríkalega gott og konunum sem héldu uppskriftinni gangandi 1000 ár við viljum þakka þeim fyrir það auðvitað, ég meina annars værum við ekki hér að tala um þetta Nei. En svo vil ég líka minna á Jómfrúna þú ert orðin á seitt, kæri hlustandi, til að bóka borð en ég mæli með að lörkaðu aðeins þarna og þú getur alltaf fundið sæti fyrir 2 einhvers staðar klukkan 3 á 50 degi eða eitthvað já það er alltaf, nú er ég að tala um jólavertíðina sko og ekki örvænta, það er hægt að senda post spyrja hvort það sé eitthvað laust eða hvort það sé hægt að setja á lista það er hægt að bóka sér inn í janúar með vinahópunum það er hægt að skottast núna í 8 og 9 og vera bara búinn fyrir jólin já, og svo er líka bara jólagjöfin í ár gjafabréf á Jómfrúna já. Það er gjöf sem gleður sko ég er hrættur um það kíkið á Koppa á Jómfrúni og njótið vel Yngvi sko, erum við ekki svona búin að draga þetta nokkurn veginn saman bændur, brjálaðir þeir eru bældir skýrið er á uppleið já. Það er á uppleið, ég meina, þú veist, það sýnir sér bara hérna Ísveig skýr er á uppleið ég er alveg rosalega spenntur að sjá hvernig hvernig dóttir skýr gengur já, ég ætla að vita svo sem ekkert það að svo stöddu sko ja, þú veist, það fór inn í held í 170 verslanir bara fyrstu viku bara sko strax, já. Palli og Dagur maður segir, þetta eru góðu drengir þetta eru dætur ég óska þeim dætrum velfarnar í þessu þeim systrum þeim systrum herðu, þá held ég að við höfum bara lokið okkur af í dag en það sorglegast er náttúrulega að við förum úr þessum mjólkubúum sem eru rekin af konunum upp úr 1900 í þetta 100 árum síðar þannig er ekki ein kona við borðið þetta er stofnun mjólkursamsölunar sko. Stjórn Sam, byttu nú við já, samtök hvað heitir þetta aftur? Já, það heitir ekki hvað er þetta mynd frá svona afurðastöðva í mjólkuriðnaði 1970? Nei, þetta er 2004 Hæ? Nei? Byttu maður sjá þess að mynda aftur ég er rögglega, þetta er 85 þetta er fyrsta stjórnin ok það er þegar kallarnir tóku völdin sko. Herði, næsti þáttur Yngvi, veitum við eitthvað um það? Það hefur svo sem ekkert búin að ákveða líklega verður það eitthvað að markaði ég held að verður búið að slaufa okkur fyrir þann tíma nei, held ég ekki það held ég ekki, ég stórlega varst um það Æsir, tökum Æsir nei, við þurfum að funda þetta held ég sín getur verið að fara á hausinn áður við tökum það það er verið að gera þetta í gær kæri þakki fyrir í dag, segjum það